Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það komið að klassíkinni sem við erum með hérna við Rauðaborðið og þá koma hingað tónlistarneymannir Sól Björnsdóttir sem að læra píanó. Já. Og Sóley Lóa Smáradóttir sem að læra fiðlu og dreymir að vera hljómsveitarstjóri. Já. Heyrðu, mikið hérna, við fórum saman á Mahler tónleika og symfóníunni. Já. Fórstu á það, Sól? Nei, því mér. En þú tókst þarna kammer tónleikana. Já, á sunnudeginum. Já, svo fór ég með þessi í óperu, þannig að við hérna búið að vera mikið að gera hjá okkur. Já. Við ætluðum að hérna fjalla svolítið þessa tónleika, svo Mahler og hérna kammer tónleikana. Og þess vegna vorum við búin að fá hana Hildigunni Hafsteinsdóttur sem að spilaði á báðum tónleikunum. Hildigunni Halldórs. Halldórs fyrir ekki, sem að hérna spilaði á báðum tónleikunum. En það mistókst í okkur hérna í síðustu viku að því að koma óveður og svo frestuðust æfingar. Jú, loka æfingin hjá okkur í symfóníunni. Sem bara gaman, að því maður veit aldrei sko, hvernig maður á að fjalla tónleika. Á maður að fjalla það áður eða eru. Já. Eða eftir að þeir eru. Því að þeir eru búið sjaldan endurteknir sko. Það miklu auðvitað að fjalla bækur eða leikhús af því að þá geta þeir sem hafa áhuga á samtölun okkar bara pröfað listina. En við erum annarkvort að fjalla þetta áður en það og vitum þá ekki tónleikana. Erum með svo kallaða fordóma. Erum að dæma það fyrirfram. Eða eftir á. En þá eru þið bara farnir. Já. En Helgi Jónsson, hann ætlaði að koma hérna í síðustu viku, en forfallaðist líka, það forfallaðist allir í síðustu viku. Þannig að ég mitt dætti í huga því að þetta var svo skemmtilegt prógram og hérna, hlustar á Mahler á útvarpinu? Nei, því mér. Nei, veit ekki hvort það var að spila í útvarpinu? Jú, það var beinasending. Það er óbyggilega Varst þú á tónleikunum? Nei, ég lá í smá. Já, þú varst með flensu? Já, þannig að ég hlustaði á bæði í tónleikasal og svo útsýninguna. Já. Það er alltaf verk sem maður þekki vel. Já. Og nautist bara mjög. Já. Hvað fannst þér? Mér fannst þetta rosalega flott. Já. Það er nú svolítið galdur í þessu verki einhvern veginn, þessi síðasti kafli þarna sem eins og maður bara alveg að fara að grenja einhvern veginn yfir honum, ekki? Rosalegur endir, svona endar mjög viðkvæmt. Þetta er tilfinningarík symfónía, það ekki? Já, mjög svo. Þetta er eiginlega bara svona, kemur bara allur heimurinn fyrir í þessu verki, sko. Það er bara ótrúlega stór skali, sko. Þannig að þetta er svona mjög, bæði dramatíst og viðkvæmt og svo stekkur hann, svo fljótur að stökkva á milli stíla, maður er alveg sko mjög. Og mótífa, maður er fullt í fangi með bara að vera með hann út sko. Já, mér fannst alveg syndum hann hann stekkur mjög mikið til einhvern veginn, ég var aldrei týnd á sumum stöðum sko, ég var einhvern veginn að reyna að fylgja eins og væri sko söguþráður, en stundum fannst mér eins og það hefði verið flett 30 blaðsum áfram og stokkið 50 aftur og þetta tók mér alltaf tíma sko, en þetta var mér fannst þetta allt fallegt. Já, hún gæti lesið aðeins þetta áður og verið stilt inn á það að þetta fjallið svona svolítið söknuð og svona jafnvel dauða og eitthvað fleira. En svo bara svo miklu meira í þessu sko. Eiginlega kafli 2 og 3 eru það er eiginlega það sem heldur utanum þetta, en svo svo mikið í þessu annað sko. Já, Mahler sagði sjálfur að symfónían, að hans áliti þyrfti að innihalda allan heiminn. Allar tilfinningar, allt frá gleði og sorg, dauða og ég held að sé nánast í hverja einustu symfóníu eitthvað svona útfarar, jarðarfarar tenging. Það var gyðingamúsík, klettsmumúsík, alls konar. Dans og margar útgáfur af sama dansinum og mikill dansanna er það annar kaflinn sem að byrja rosalega hressilega sem að ég sá að allir tóku undir bara
í sætunum. Mér finnst það rosalega skemmtilegt að horfa. Að hreyfa sig. Já. Hljóðfæraleikari. Já. Því að Sinfóníu, þú ert svo klassísk, þú situr í stólnum bara með þínum á púltunin og ert skilur bara að í öðrum kafla og að horfa á því. Þið fannst svo gaman. Það var svo skemmtilegt að horfa það. Við sittum yfirleitt þarna á fyrstu sölum til að sjá svona svolítið ofan í og erum svolítið að horfa á hljóðfærleikarana. Hún hann hreyfði sig mjög mikið, hún var nú ekki í þessu verki en ég held að sé ítölsk á fagottinu. Já, nei, hún var ekki nú. Hún alveg dansa rosalega með verkunum. Já, þetta er nefnilega sko, að því ég spila svo mikið með, þá bara fer þetta fram hjá mér. Sko. Já, akkurat. Við erum að horfa á þetta. Já, og svo á æfingu sko, þá er eiginlega bannað að horfa svona tilbaka. Akkurat, já. Ef maður heyrir eitthvað sko, annarkort mjög fallegt eða eitthvað svona sem klikkar sko, það er ekki gott að bara byrja hver þetta. Nei, þá er það ekki í boði, sko. Nei. Það er ekki í boði. Þannig að... Við getum gert þetta og horfa á svona einstaka. Ég man að þegar hljómsveitin var í Háskólabíó þá var einn leikur það var að vera nógu fljótur út í bíl þannig að maður sé undan kleina sem var alltaf fyrstur við unnum hann aldrei þannig að hann virðist bara leið á tónleikarnir búnir pakka svo á fyllunni og út Já þannig að en talandi það svona einstakar hljóðfæraleikara í þessu verki eru ansi margir með svona kafla. Já. Flautuleikarinn var alveg frábær. Já, það er stórt flautusóló. Það er ekki lokin á... Já, það er bara mjög stórt hlutverk, klarinett. En það er svo áhvert því að Mahler skrifar í raun og veru þrátt fyrir að stærðina og þungan og massan, þá er hann oft sko kammermusikalískur í skrifum. Mjög. Það er nefnilega sko ekki bara hljóðfæra hópar heldur einstaklingar sem fá að skína og túlka virkilega, leggja líf og sál í það sem á nótnablaðinu er og þannig að það er það sem gerir hann svo heillandi og kreifandi og fallegan. Já, og mjög svo einmitt í þessari sinfóníu þá eru einmitt sko, það eru allir þessi hljóðfæra hópar sem fá að skína og svo er líka svo gaman alltaf, það er magnað að vera í svona stórri hljómsveit, þetta er alveg toppurinn sko. Já. Sko. Það var svo glæsilegt sko. Þú getur farið alveg niður í ekki neitt sko, með einu hljóðfæri og svo bara alveg öll deildin og Já, ég glemdi því alveg stundum að þetta var auðvitað bara allir kallaðir til þess núna þannig að ég mala nýju og svo heyrirðu sko 4 hljóðfæri skilur þá ertu bara með hann kammerpút eins og talum og svo horfir á heildina og þá fattar ég að þetta eru auðvitað þú ert með 8 kontrabassista fyrir skilur 6 eins og vanlega. Og þá þarf náttúrulega að vera komin búið að þroskast sterk hljómsveit bæði með því að það sé hægt að hafa svona 90 manns eða hvað þetta er. Já. Og því að það er ekki alveg sjálfgefið sko, það kannski getur með 60 manna hljómsveit og hún er orðið svolítið góð en að bæta við þessum auka 30, við þekkjum þetta bara úr leikhúsinu, það kannski svona 1980, þá gætu verið 2 sem að léku ótrúlega vel en svo var hitt svona eins og var ekki orðið full atvinnumennska, það var svona ójafnvægi í leikhópnum, þetta er ekki í leikhúsinu lengur, neinu ráði. En þetta hefur ábyggilega verið vandamál sinfóníunar. Að bæði hvort hann ætti sko kjarnan til þess að eiga við alla þessa einlegskafla. Það er ekki sagt þegar Bartók skrifaði konsert fyrir hljómsveit. Að það hefur verið svona, var ekki búin að fara til Bandaríkjanna þá? Það samtan í Bandaríkjanna. Já, það sem að allt í eru konar sko miklu öflur í hljómsveitir sko, það sem að fólk kemur alls staðar að og eru bara miklu öflur í hljómsveitir eftir að hann hafi kynst sko. Það geti verið einsagan í þessu. En svo þarf líka að vera að þú getur kallað til auka lagið utan á. Og það er ekki svo víst að Sinfóníulist Íslands hafi verið klárið þessa sinfóníu sko 1980, 1990 eða 2000. Kannski er ekki bara fyrir en svona síðustu 20-25 árin sem að vera komið á það. Það ráða við þetta. Já, þetta er áhugaverð pæling og við vorum að ræða hérna frammi að það er Sinfóníulist æskunnar sem frumflytur í Íslandi þessa sinfóníu, númer 9 sem og 7. og 7. Það er eitthvað stórmerkilegt út af fyrir sig en var þetta stærðina þá er hún svo sem ekki kannski fasti ef að þú horfir á Berlínar Filharmoníuna spila þetta þá eru þau jafnvel með sko 12, jafnvel 14 bassa og ennþá massífri strengjasveit og það er kannski svo sem stærri brunnur að sækja í en ég er sammála það er ákveðið þroskamerki að geta
spilað svona stórverk og mikil. En ég held að heilt yfir, já, það náttúrulega frægt, allrændast í frumflutningu Tónlistarsonar Vorblótið í París 1913 og mér minnir að það þurfti ríflega 100 æfingar atvinnumanna hljómsveitar til að æfa þetta verk og þetta eitthvað sem að fólk skildi ekki og þetta var fingra- og tungubrjótur allar þeirra sem tókust á við það í áratugi eftir en í dag spila nemendahljómsveitir þetta stykki þannig að þú seitlað inn í svona tilfinning okkar fyrir tónlist. Þetta svo með hvert tónskáld fyrir sig, hvort sem það Bach eða Stravinsky, Mahler, þú þarft að læra tungumálið sko. Já. Bæði með því að hlusta og spila og þetta einmitt og eins og með alla nútíma tónlistina og öll þessi hljóð bara líka eins og bara þegar við erum að spila Önnu Þorvalds og þá erum við komið með alveg orðaforða, getum kallaða það, í þá tækni sem þarf í það sko. Þannig að það líka búið að fara í gegnum tilraunastarfsemi og pröfa okkur áfram og það við erum að diskutera hvernig þetta hljómi best sko, þetta svona áferðin á tónlistinni þannig að það einmitt eins og með þessa músík að læra að lesa úr þessu, bara framkvæma þetta sko. Já, þannig að hugmyndafræðin og tungumálið verður ykkur tamt, smátt. Einmitt. Þannig að maður stendur á herðunum á fyrirkynslun. Þó sem maður hefði ekki gert þetta sjálfur. Jú. Þá það að einhverju hafi farið í gegnum þetta. Já. Það hjálpar. Algjörlega. En þú varst í Sinfóníuhljómsveit Æskunnar þegar þið fluttu þetta verk. Jú, það passar. Hvernig þetta var? Það var, ég man það sko 86 að því að þá var ég 20 og á afmælinu mínu þá var ég náttúrulega á æfingu. Hjá Sinfóníuhljómsveit Æskunnar. Að spila Mahler og vorum að æfa lokakaflan einmitt sko. Og það var ekki séns að fá frí. Það var ekki séns að fá frí sko. Það maður bara, það var sko það var járnægi sko. Algjörlega sko. Að mánu segja. Hann kom hérna til tals síðan þegar við hittust. Hún að vísa í Žukovský. Sem var með, kom held ég 77, var með svona námskeið sem að þróuðist einhvern veginn yfir því að það var stofnuð Sinfóníuhljómsveit Æskunnar. Sem að tók verk sem að sinfónían hafði ekki trissir í sem þótti flippað. Ekki bara svo sem, jú, vissulega, en ég held að markmið í sjálfu sér hafi ekki verið að flytja bara stykki sem ekki hefur flutt. Hann ákvað bara að setja í raun og veru áður óþáttur áskorunir á unga íslenska tónlistarnema og hann sannlega kerði það. Jú, hann má segja það, sko. Þetta eiginlega maður hugsa, tilbaka eins og þegar vorum að æfa Mahler núna daginn, sko, maður svo bara hvernig ég úrskólum fór bara að þessu. Ég hafði ekki eins og hlustað á þetta, sko, fyrirfram, sko. Maður var ekkert með neitt svona aðgengi endilega af einhverjum upptökum og við lærðum þetta þarna á einhverjum hálfu mánuði, sko. Já, þetta voru oft alltaf við 3 vikna námskeið, sko. Já, og það var eftir allan daginn. Það var eftir allan daginn, sko, en ekki þetta var bara meðan vetur, sko. Þegar við gerum þetta. Ég held að svona hálfu mánuði 3 vikur. Það alveg ótrúlega mikið af, sko, það Schönberg, það Pelleas og Melisande, það ekki Messiaen, það alls konar músík sem hann í raun og veru færir landanum í fyrsta skipti. Og ég náði ekki í Mahler 9 en ég var til dæmis í frumflutningum á Mahler 7 og svona, þegar maður hugsaði tilbaka, ég held að þetta hafi breytt svolítið lífum hans bara. Og þessi svona tilfinning að vera partur á einhverju þar sem að summan mun stærri heldur en sko summa einstaklingana. Til á hópi. Já, og í raun og veru að framkvæma eitthvað sem við eigum ekki að geta gert. Þetta í raun og veru áskorun fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það krefst mikils af þeim að flytja Mahler 9 í dag vel. Þetta áskorun. Þetta bara stórt og mikið og það krefst mikils. En þarna, þetta náttúrulega hálfgerð, þetta eiginlega óðsmannsæði að láta nemendur flytja þetta. Og eflaust hefur þetta ekki verið fullkomið. En sigurarnir sem að hver og einn einstaklingur í þessu samhengi vann og þessi tilfinning að standa á sviði og klára þetta verkefni, klífa þennan tind. Vinna sigur með öðrum. Já, ég sé að hópurinn gekk á þennan tind allur og komst allur tilbaka einhvern veginn. Og það eitthvað sem að ég held að ekki sé að setja neitt vermið á. Ég held að þetta breyti öllum þeim sem að taki þátt í þessu.
Það við lyft upp 1,5 kynslóð íslenska hljóðfæraleikara upp svona eitt borð. Já, það náðist tölvuleikur. Eða þú veist það náttúrulega var hóað saman þarna bara hljóðfæraleikurum af bara öllu landinu sko, sem að voru komin á eitthvað svona stiga að þau geti tekið þátt í þessu og þetta var náttúrulega mjög stórt og maður eignað sína vini og kunningjarna bara fyrir lífstíð og maður að spila ennþá með bara þetta samstarfsfélagarnir í dag sko. Heldur betur. Og svo þegar maður sko þegar við vorum komum öll úr okkar hljómsveitum í skólanum, það var alltaf hljómsveit hjá Sigursveini, það var hljómsveit í Tónó, sko, Martin Hungar var þar og Sigursveit Magnússon í Tónskólanum og svo kom krakkarinn orðan líka og Guðmundur Emilsson var að stjórna líka á tímabili, Mark Rítmann hann stjórnaði okkur líka í SI og svo kemur maður inn í þessa risastór hljómsveit og ég verð að segja það, fyrsta skipti sem ég spilaði þetta sko þá var það Brúkner 4 held ég. Sem að þeir að spila núna 20. Sem er svolítið hlussa líka ekki. Þetta algjör hlussa og ég fekk nóturnar, ég hef bara það fyrsta sem ég var að spila þarna í þessu stól svona risastórt verk. Og flettur og það bara er ekkert að gerast. Ég hafði bara aldrei spilað í þessum tóntöndum með það neitt sko. En svo þegar ég Sinfonían er að spila Brúkner 4 núna í febrúar. Ég bara, þetta er bara að skella á. Þegar maður hlustar á það fyrst, kemur inn í þann hljóðin, þá er svona svolítið eins og það bara, þú flettir og flettir, það bara er ekkert að gerast sko, en þetta er það sem er svo magna við það. Það er ekki fyrir þú sekkur inn í hana þá. En það bara vera inn í þessum hljómi, svo sko þegar bara, þú veist, þetta var bara svona, þetta ég myndi segja að það hefði verið lífsbreytandi, bara, þú veist, að sitja inn í þessum hljóm, sko. Veist, þannig ég bara, þú veist, þetta var bara umhverfi, ég sagði bara þú veist, ég bara vil vera hér, hérna vil ég vera, þú veist, bara í þessu umhverfi, það var bara þannig. Það var einhver sem sagði Mahler, þetta er allt, þetta er ágætt, sko, en þetta er allt saman lagið mér og minna. Það er svona því að þú veit fyrir utan þetta og ég held að ég gæti aftur við Brúkner líka ef þú veit ekki búin að fara hann inn þá hljómar þetta svolítið eins og þetta sé ekkert að frétta sko. En það er ekki fyrir en að ég held að sérstaklega Brúkner sé þar því að hann er svolítið getur verið svona endurtekningasamur og ég stundum allt því mínimalískur í stærðinni sko. Þannig að ég þekki margar sem að kveiki ekki á Brúkner en mér þetta er oft í hug samlíkingin að þetta sé svolítið svo fljót og það er ákvörðun hvort maður ætla að stökka út í það ekki en það þýðir ekkert að streyta sem móti þú verður bara að láta hljótið taka þig. Þetta er kannski eins og að horfa á fljót miðað við að horfa á sko flúðir eða eitthvað eða er Mozart eða eitthvað. Já, getur verið. Það er að sitja og horfa á fljótið renna. Það er bara allt önnur upplifun. Hvernig finnst ykkur Mahler? Bara einn af uppáhalds tónskaldum mínum. Já, bara melodíuna sem hann semur. Þetta er bara one of a kind, sko. Ég bara, allt í einu er ég komin í heiminn ekki, bara þegar ég hlusta á hann. Ég bara... Svo er ekki eitthvað við hann að svona, maður fer einhvern veginn að pæla í honum sem mannesku, sko. Það er eitthvað, hann er rosalega persónulegur eitthvað svona skringilegan hátt. Jú, ég er mjög sammála, já. Einmitt. Því að mann finnst þetta að vera, þetta er einhvern veginn svo ljóðrænt og það er eitthvað, maður veltir Mahler fyrir sér, sko, frekar heldur en kannski. Ég veit ekki Brúkner. Já, ég ætla Brúkner kannski líka sko hann var kaþóliki og trúaður. Ég held að hans kannski nálgun hafi verið á öðru toga. En Mahler er mjög mennskur í verkunum, ég samla því. Það er einhver taug sem að snertir allar mjög marga og þessi veirusýking sem að Mahler er að ég held að hún sé ólæknandi einu sinni þegar maður hefur smittstafan sko. En Sóley, hvernig er Mahler? Mér finnst þetta bara mjög fallegt. Mahler 5 er minn uppáhalds. Ég var ekkert að fórst á námskeiði við að stjórna og ég var að segja, okkur tekur ekki Mahler já. Og bara, no way. Nei, það bara kom ekki til greina. Það er mikla taktbreytingar og flókið að stjórna. Eða hvað? Nei, þú veist að rugla við annað með taktbreytingar. En jú, Mahler. Hvað er erfitt við að stjórna Mahler? Þetta er svo ljóðrænt. Þetta var bara, þetta var þá Mahler Mætir þú ekki bara með hjarta þitt? Minnum mig, hérna í hljómsveit, já, og 50. Mætir þú ekki bara með hjarta þitt og byrjar að stjórna? Það er málið með hljómsveitastöðurakademíuna. Þú ert með svo lítinn tíma, skilurðu, og með þetta, þóttu þetta sé bara einhver stuttur kafli og fólk heyrir þetta og akkur ekki, skilurðu, þetta svo auðvelt og lítið að gerast, þá er þetta örugglega meira heldur en
eitthvað, skilur, bara hvað annað. Allt hangur á bláþræði. Já, ég meina með Mozart, skilur, þá fólki finnst það að vera erfiðara því það er hraðara eða það er meira, skilur, svörtum nótum og þannig ertu með þessar heilinótur og með þessar lengu pásur og eitthvað svona og svona hvert einasta hljóðfæri einhvern veginn með bara sinn söguþrá. En það held ég sé það mér finnst það miklu erfiðara að túlka heldur en sko, ég meina slá 4/4 í Mozart, skilur, sem hljómar eins og eitthvað trillt verk eða eitthvað og þá eins og sagðir, skilur, að koma með allt hjarta á æfingu, ég held að væri eitthvað erfiðasta sem ég myndi gera, skilur. Ég gæti ekki, en ég meina hefði ég meiri tíma og reynslu, þá væri þetta eitthvað ógeðslega skemmtilegt. Þetta að fá að sökkva svona inn í, skilur, af því þetta, skilur, maður hann tekur svo utanum einhvern veginn og maður flæðir inn í þetta, maður þarf að læra einhvern veginn ekki bara sökkva alveg onni, skilur, maður þarf líka að vera með. Ég held ég gæti það ekki, sko. Hvaða máli skiptir hérna hljómsveitarstjórinn í Mahler? Alveg bara öll máli, sko. Öll máli. Þannig að hann gefur eiginlega svona ramman utanum þetta. Já, hann er svona líka, þú veist, hann þarf að vera með okkur, það sem við erum, og líka, þú veist, að leiða áfram. Þannig að það getur, þú veist, einmitt verið bara, ég ímynda mér að það sé bara mjög, mikil áskorun og halda þessu upp og eins og svona hægum köflum til dæmis að þið streymi áfram, sko, og það getur ábyggilega verið mjög erfitt að sýna það. Og svo eins og bara þegar við erum svona mörg, sko, þá eru líka bara fjarlæðunar á milli okkar, það eru líka svo mikil áskorun, sko, þannig að þú þarft að halda eins og núna daginn í 9. sem var bara, þú veist, fólk var bara út í horni og svo einhver alveg nálægt hljómsveitarstjórnum, þannig að einhvern veginn og það er svona senkun á hljóðinu, sko, þannig að þetta er einhvern veginn þetta er alveg ótrúlega En gefur hljómsveitarstjórinn svona einhvern veginn, hann náttúrulega er eitthvað svona leiðsögn, hann er líka gefur einhvern veginn svona sannfæringum að fara eitthvað. Stundum þegar maður horfir á uppsetningu á leikritum, að þá gengur rosalega vel fram í hlé og aðeins fram í, svo bara byrjar það að falla og maður sem hann var bara búinn, sko, leiksturinn. Hann náði ekki með hópin lengra, sko. Getur það gerst í stjórnanda? Að hann bara, eitthvað svona galdur þar sem að hann þarf að halda ykkur saman. Já. Það bara dugar ekki alveg til enda, sko. Nei. Sko, ég hef ekki upplifað það, sko. Ég held að það sé svo mikið, af því það er svo mikil kraftar einhvern veginn sem fara fram og tilbaka og eins er það bara með áheyrenduna. Að það er alveg ótrúlegt að þú veist, það getur verið einn út í sal og það fara allir einhvern veginn að, þú veist, það hefur áhrif á bara þessi hlustandi eini, hann hefur áhrif á bara að við förum að performera, þú veist, við erum á æfingu, þú veist, og þetta hljómar rosalega svona hégómlegt einhvern veginn, þú veist, að maður fari bara, þú veist, að gera eitthvað því það kemur einhver einn út í sal, sko, en það er bara þessi eini út í sal. Þessi eini, bara, það er bara, hann hefur það áhrif. Finnur fyrir athyglinni. Já, og þá er maður farin að kommunikera við, þú veist, við þennan þriðja, sko, sem er þá líka salurinn og þannig að allt sem að hljóðfærarnir gefa, þú veist, þeir eru að gefa af sér, sko, og hljómsveitarstjórinn, hann fær kraft frá hljóðfæraleikurum. Þannig að það eru svo margir, þannig að það er þar með sagt, já, og þú veist, ef allir eru, sko, ég myndi segja þetta getur náttúrulega fallið alveg flatt ef að hljóðfærleikararnir eru ekki tilbúnir, sko. En þið treyst ekki í stjórnandanum? Já, þú veist, við náttúrulega verðum bara að gera það, annars gengur ekki neitt upp, sko, það er ekkert val. En við þurfum líka að kunna okkar, þú veist, þannig annars, því að hljómsveitarstjórinn getur ekkert gert ef við kunnum ekki okkar. Knattspyrnuþjálfarar sem frægt geta mist búningsklefan, eins og sagt er. Getur stjórnandi mist hljómsveitina, þannig allt í einu bara kemur svona, bara alveg saman hvað hljómsveitarstjórinn segir, það bara Já, sko, en ég held, sko, þú veist, að við bara getum ekki leyft okkur það, sko, þú veist, það finnst öllum allt og svo mjög mikið hvernig á að móta verkið og þú veist, við erum alveg kannski með alveg hljómsveitarstjóri í hverju einasta sæti, sko, það er út í það. Það er allir bara. Til þess að galdur er verði, þá þarf þú að vera, sko, 110, en ef það er svona smá í hausnum aður, þá ertu bara 95 og gerir þetta mjög faglega, en bara músíkin verður einhvern veginn ekki, fær ekki vangi einhvern veginn. Þetta er oft svo hárfínt
Já, þetta er á hálfín. milli sko sem bara einhver stórkostleg upplifun og allt í lagi. Og ég meina að ég væri til í að borga 1000 fyrir stórkostleg uppgötvun en bara tíkall fyrir allt í lagi. Já, sko ég verð að segja sko mér finnst einhvern veginn oft, þú veist, fólk sko ólíkir stjórnendur, ólíkir, en mér finnst einhvern veginn að ég bara sko ég verð bara að trúa að þetta sem við erum að fara að gera, sko, alveg til enda, þú veist, það er bara, annars bara getum hægt ekki. Ég held að þetta geti orðið einhvers konar, ég segi ekki rof, en einhvers konar svona, hvað segja, ekki strengdur, heldur slagur. Já. Og mér finnst áhugavert ef við horfum til dæmis á þessa ungu súperstjörnu, Klaus Makala, sem ekki ánið 30 þegar hann verður orðinn aðal hljómsveitarstjóri Chicago Sinfoníunnar og konsertgebá. Hann algjör súperstjörna. Og ég á nú góðan vin, Stefán Ragnar Höskuldsson, sem prinsipal flauta í Chicago, og ég spurði hann, hvað það? Hvað það? Það þessi samfæring, þessi orka, þessi dýnamík í mómentinu sem hann gefur af sér, sama hvort að það í mitt Mahler 5, hann stjórnaði því, eða hvort það vorblótið, eða jafnvel Mozart. Það þessi telepatía sem að ég held að hljómsveitarstjórinn þurfa að hafa samfæringun og orkuna og hann þarf að hafa hana kraft, þessa áru. Þannig hljómsveitarstjórinn alltaf skýrðislaust næstu því. Ég held að tristunum bara. Já, en svo náttúrulega til sagnir af því að þegar að svona stóru hljómsveitarar, Berlín og Boston, fá eitthvað í fyrsta skipti sem þurfi ekki sátt við hann, þá bara setja það í kúplan út og konsumistir tekur yfir og þau spila þetta sem þau eru vön. Ég held að það sé nú sjálfgjaft, þetta svona var. En þessi Klaus Makala, hann hefur einhverja áru yfir sér sem að samfæri fólk og fær fólk bæði á stólbríkinu og upp á tær. Og það eru alltaf einhvern svona hálf rafmagniði kraftar sem fólk áhrindur uppláða. Þannig að það er eitthvað galdur sem ég held að hljómsveitarstjóri þurfa að hafa. Já. Hann er líka bara leiðilegt á æfingu. Verði þessi sem manneska sem hefur líka skilju að mér er svo skrítið, nú er ég með bæði sjónarhornin að hafa setið í hljómsveit og síðan líka stjórna. Og ef þú tengir ekkert við hljómsveitarstjórn þá er svo leiðilegt á æfingu og þá gefur ekki þitt 100% og þá einhvern veginn endar bara svona í 50-50 og þá einhvern veginn þetta verður eitthvað svo með, Þannig en ef hljómsveitarstjóri, ef hann tekur eftir hljómsveitinni, mér stundum hljómsveitarstjóri verður upp á palli, svona ég er stjórnandinn og þeir eru alltaf mig, með þessu einhverja hierarkíu og það er eitthvað sem ég bara þoli ekki. Þetta er náttúrulega hans upp á palli, hann er með stjórnandaprík. Já, en ég meina, hann liggur við hans í uppháum leðustíðum. Já, en þótt þú sért í þessari stöðu, þá getur samt ekki mist þetta mannúðlega dæmi sem er skilur tónlistin sem allir eru að gera. Þannig ef þú ætlar að vera með einhverja stæla, skilur, og þú tekur ekki eftir, skilur, fólk er orðið þreytt, þau eru ekki lengur að gefa, þú byrjar æfingunum vel og sér að allir eru í toppstandi og svo ertu búin að vera að æfa og svo eftir smá tíma sér að fólk er orðið þreytt, þau vilja taka pásu, skilur, fólk sem bara drífur áfram og ætlar bara að klára þetta. Skilur, það virkar ekki, þá kemur svo leiðileg dímunum á milli. En við vorum að tala Sinfóníuhljómsveit Æskunnar, þar var stjórnandi Žukovský sem næstu því hefur það orð á sér að hafa verið bara ekki til í að hlusta á neitt bara my way or the highway. Það var þannig. Já. Og við vorum að tala hann í síðan þetta og þá voru þau að segja kannski myndi þetta bara ekki líðast í dag. Þetta myndi aldrei líðast í dag. Aldrei. Svona maður myndi aldrei koma að vinna með ungu fólki. En samt er þetta ævintýri lífs ykkar. Þetta var, já, ég meina þetta var það sem var í boði. Já. Og þetta er áhugavert vegna þess að ég held að séu ótrúlega margir sem að geta sagt sömu sögu og við Hilda lýsum upplifunum af en óvæginn var hann, ósangjarn og meinn gallaði maður á svo mörgu leyti og maður eftir því að hafa séð sem sagt fólk bara heila gráta undir honum en ég þekki dæmið þess að þarna fólk hafi ég raun og veru brugðist við ákveðin hátt að hann vildi fá svar hann vildi ekki að þú bognaðir hann vildi að þú heldir áfram ég var neður svona rekin ég fekk skarlatsótt þannig að leiðbyrjandi minn þá hann skildi hann ekki betur en svo ég hefði bara verið
Reginn. Þú veist ekki fyrir mikið skap. Já, fyrir Skarlsson. En svo hérna ég nú við og ég spilaði tónleikana. Þannig að en hann einmitt horfði á mig. Hann beið eftir að við vorum að spila Stravinsky og Richard Strauss. Anna Guðný var sólist í píanokonsert fyrir blásara og hérna en hann var svona að testa mig á kynarpröfunni. Hann fylgdi sig og neðu spila vel, þá fara að spila tónleikana, ef ekki og tekur leiðbeinandi. En hann var svona eitthvað, en ég samla, hann myndi aldrei fá þessi tækjur að spila ungu fólk í dag. Nei, hann stjórnaði bara miklu hörku og niðurlæði fólk og gerði upp á milli og svona var að koma, þú veist, ég upplifði að hann var svona að koma upp á milli vina, svona að reyna, þetta var svona bara mjög skrítin og það eru margir sem eiga bara mjög sára sögu sko af honum, en hann skammaði mig alveg eins og hann þegar ég var að spila Mahler sko, þá bara hamaðist hann í mér sko, þú veist, bara alveg, og ég svaraði honum aldrei sko, sem ég hefði átt að gera sko, ég náttúrulega var bara reyndi að harka þetta bara af mér og var bara með svona, hvað heitir þetta, svona frosið andlit sko, þú veist, með hann raun okkur. En hann var frábæri músikant. Já, hann var það lítur eiginlega að vera, því að það var alltaf hlustað á hann ef hann hefði verið svona óhemja og þið hefði ekki fengið neina leiðbeiningu frá honum. Nei, hann var mjög góður músikant og var yfirmaður strengjadeildar Juilliard á tímabili og var mjög framalega mjög fær fiðluleikari og var mjög framalega í síst frumflutningi í nýra verka. Og hérna ég á gróf alfræði orðaröðina svona Dictionary of Music and Musicians og það pína súkumann á okkur svona bálki en Pól Žukovský 2-3 síður sko. Þannig að hann mjög mikil smitinn, það var, hann dáinn. En ég hef oft hugsað þetta, verandi þessi skítall sem að var. Það hópur fólk sem að ber hann ekki sjóna vel og jafnvel með eitthvað svona öra sálinn eftir hann, sem auðvitað aldrei gott og ekki fallegt. En á sama tíma alveg ótrúlega stór hópur krakka á þinn tíma og starfandi tónlistamenn í dag sem að á honum alveg ótrúlega mikið að þakka. Þannig að þetta er alveg flókið sko, því að maður á honum sannarlega. Ég þekki þetta ekki, en ég upplifir það að því að þetta er svona svipað, þetta er svona mín kynslóð eiginlega. Mér finnst eins og að hann hafi svo bara lyft upp heila kynslóð. Allt í hennu hafi bara orðið meiri professionalismi í bara svona fólk bara tilbúið líka ráðast á hvað sem er. Og kannski væri symfónían ekki að spila Mahler 9 nema þessi kynslóð hafi, þótt það sé ekki hún sem er að spila þetta kannski. Nei, það nú slætti af fólki í hljómsveitinni sem að spila þetta. Já. Einmitt, og þetta er náttúrulega allt, það verður ekkert til af engu sko. Frekar en ég meina, hann var náttúrulega líka með, svo ég segi, frábæra kennara með sér, blásarkennara Bernharður Wilkinson og Joe frábæra leipinundur alveg frábæra leipin, þannig að þeir tóku alveg sko deildar æfingar hjá blásurum og við vorum nú hjá Súka sko, svo reyndar vorum við bara sjálf, bara okkar eigin vegum á rataðingunum bara en svo má kannski ekki gleyma því ég er nýlega búin að lesa bók Árna Heimis Ingólfssonar, Tóna útlöðana að Žukovský er náttúrulega ekki svo fyrsti sem að kemur hérna og lyfti grettistæki vegna þess að og þeir kannski sem hafa komið voru kannski ekki alveg jafn umdildir og jafn skítalar ef maður getur tekið sér það orð en við höfum notið þess að fá ótrúlega hæfileikaríkt fólk og Árni Heimir gerir í þessari bóksinni örlögum 3 einstaklingaskíl sem er Róbert Abraham Ottoson, Heinz Edelstein og hérna í Viktor Urbansits og hver á sinn hátt skildu ótrúlega mikið eftir og ég meina við erum með tónmenntaskólan Reykjavík sem Heinz Edelstein hann gerir gangskur í menntun ungra krakka. Já, það er bara bjóð til tónlistanám í Íslandi. Já, má bara segja það. Þannig að við höfum svo sem fengið Já, þeir náttúrulega bara kendu og kórastarf landsins var ekkert það sem er eða hljómsveitarstarf ef þessum mönnum við höfum ekki fengið vera notið sko. Við töluðum Žukovský líka og þá fengum við að heyra þetta sama þetta var bara eiginlega maður sem maður vill ekki vera í sama herbyggi. Þið hafa ekki lent í svona kennurum? Nei. Það er ekki sem að hafið þið séð hérna fréttir af honum Brynjari Karli, körfuboltaþjálfara.
hafið þið séð myndina Hækkum Ránna? Já. Hann er Sjúkovski körfuboltans, hann gargar á fólk og stelpur vegna þess að hann telur að það er að þjálfa stelpur eins og stráka með því að espa upp í þeim baróttuna. Hann myndi aldrei þjálfa stráka með sama hætti, hann myndi vera mildari við þá. Hann hljómar svolítið skringilega. Þú varst nú í Hjallastefnunni, þar sem var nú eiginlega þessi lína svolítið að örva stelpurna meira og hvetja meira til samkeppni og svona. Já. En ég veit ekki okkur ég ég spurði bara Brynja Karla því að mér myndi það þegar þau voru að tala sko, að þetta var helst það sem að maður geti vísað í nútímanum. Það sem ykkur bara gargar á mann. Ef þú gerir ekki það sem að ætlast til. Þetta er áhugaverður punktur, þess að ég sá svo nafntógaða íþróttamenn stíga fram og reynir veru tala smáli. Svolítið eins og þið sem að segja sko, ég fór til helvítis en ég hefði aldrei orðið það sem ég var nema að hafa farið það til helvítis. Já, hreinsunareldur sem hreinsunareldur. Já. Ég held að maður þurfa ekki að fara í gegnum hann til þess að verða eitthvað. Nei, ég held ekki. Ég held að þeir einstaklingar sem fóru til Tanglewood og voru hjá Bernstein, þeir hafi alveg fengið nákvæmlega sama innblástur og jafnvel verið notið innblástur sem betur. Því að þetta var þróandi á köflum. Já, þetta var mjög erfitt. Þetta var mjög erfitt en ég held að stór partur af þessu sé Jósi Sigur sem að hlusta lókum að flytja verkið og svo var það þessi vináttutengsl. Maður kynntist ótrúlega góðum vinum sem eru vinum hans fyrir lífstíð. Af því að þetta var intensiv vinna þar sem að gleði og sorg einhvern veginn var deilt og það var 8 tíma vinnudagar. Já. Þetta var alvöru úthald sko. Þetta var mikil sviði en ég held að aðalmáli sé kannski samt sem aður ekki Sjúkovski heldur kröfunar. Hvað er lagt að stað með? Og jú, hann hefði ekki dragt fram þessar kröfur á hans að vera skítall. Það held ég. Það held ég að sé alveg pottþétt mál. Það verður ekki að kyngja skítallum til þess að geta stemt hátt. Og ég held að það megi ekki gleymast eins og Hilda segir að hann hafði frábært fólk í kringu sig. Bernhard Wilkinson, Joseph Onibenni og allir strengja og slagvers og allir þeir sem að þessu komi. Kannski líka hitt á góða kynnslóð þar sem að það er kannski ekki fyrr en svona þú ert komin á 8. áratuginn og þar. Það sem er svona mikill hópur af krökkum sem eru komin svona langt í, þetta er náttúrulega afrakstur af tónlistaskóla uppbyggingu Gylfa Þóll og félaga. Það er nákvæmlega það. Sko, hann hittir alveg á köfur og augnablik. Já, ég til dæmis er úr Garðabænum, sko, ég hef ekkert farið í, eða jú kannski að því að fullt af mínir tónlistamenn, en þetta var lykilatriði að það var búið að stofna tónlistaskóla þar og svo víðar náttúrulega, sko, þannig að þetta kemur alveg. Þeir eru, það er ekki 1964 sem Gylfi Gíslason setur lögum tónlistaskóla. Þá sprettar upp þessu gorkúlur í öllum sveitarfélögum, nema Reykjavík. Því að þar er það tónlistafélagi Reykjavíkur sem var búin að stofna sinn 1930 og síðan þá hefur verið að mínum að hálfgett ólag á tónlistaskólamálum í Reykjavík, alla kvöldu síðan. Það eru 19 skólar og þetta er allt einhvern veginn hver að vinna í sínu horni. Meðan að þú ert með stærri einingar út í sveitarfélögunum og oft markvissir og betur reknar. Þannig að Þið vitum nú alltaf þetta, þið eru í tónlistaskólum. Já. En hvað myndu gera ef svona kennari kemur til ykkur á námskeiði sem að væri, myndu bara myndi ég örugglega. Já, nei, það er rétt að segja, sko, ég veit ekki alveg. Það er kannski erfitt að lýsa þessu. Já. Þá er það kannski spurning sálfræðingar, trúir á hann. Já, einmitt ég. Sjúkovski, það verður ekki alveg tekið, hann hafði sín á það sem hann var að gera. Og við trúðum held ég öll á hann. Hvað það var. Já, akkurat. Já, þú veist að hann var ekki lottari í tónlistarlegu tilliti þótt hann hafi verið gallaður sem karakter. Og það er heldur svolítið líkilatriði og kannski galdur hljómsveitarstjórans að ef hann geti selt ungum tónlistarnemum það og samfært að ef þau leggja upp í þetta ferðalag, bara svo leikstjóri gerir við leikhóp, að þá er það mögulega kannski þess virði að, eins og svo oft talað í fótboltaheiminum, að söffera í smá stund.
Það var náttúrulega stórkostlegur tónlistarmaður, hann var frábær fiðluleikari, hefði getað farið þessa 600 hringi kringum jörðina að spila þessi sömu verk, en nefndi því ekki og fór og einbeitti sér að nútíma tónlist og frumflutti, sko, maður sér verk eftir hverjan hefur frumflutt, það er náttúrulega ævi dýralegu listi. Það er eiginlega bara öll tónskáldin, sko, svona frá, ég veit ekki, svona 50 til 80, þetta er bara alveg stórkostlegu listi, sko. Mörg sem tileinkuðunum. Þannig að þetta var mikill kappi og mikill fengur að fá hann hingað. Kannski svipa á Dieter Roth í myndlistinni og kannski erum við orðin nógu öflug menningaheild á Íslandi að við þurfum ekki á þessu halda að fá svona. En við sækjum nú samt svona hljómsveitarstjórana til útlanda og alla. Ég held að sé bara, það er bara... Og hljóðfæraleikarana, hvað þessi ekki þriðjungur innflytjendur í hljómsveitinni? Það geti, ég bara áttum ekki á þeim, þú veist, það er allir orðnir strax Íslendingar, svona maður gleymir því, sko. Já, en það er, þetta er orðið, það er bara mjög, það er bara orðið mikil, sko, síðan við komum í Hörpu, sko, þá er líka, sko, bara mjög vinsælt að koma hingað og spila með okkur. Og svo gott útsýni baksviðs. Mjög gott útsýni baksviðs og Harpa snýr vitlu, sko, það er útsýnið betra baksviðs í andrinu. Já, við erum alveg vel sett með það, sko. Þannig að það er bara, hefur verið bara vinsælt og líka hljómsveitarstjóri vilja koma og þetta er svona, kannski hljómsveitin vaxið og þá fáum við fleiri gesti og getum valið kannski sterkari hljómsveitarstjóra og svona. Þannig en allt þarf að spila saman, sko, grasrótin og að fólk þarf að sjá leið að það komist til starfa með hljómsveitinni og þannig að þurfum að vera í tengslum við höfum svolítið rætt það í tengslum við bæði leikhús, það sem að fækkar umverulega svona minnisviðum og listamannareknum rýmum líka í myndlistinni og þetta áraðurlega við tónlistina líka, við erum með hennan sal Eldborg, en svo kannski vantar sali fyrir kammer og minniverk og einhverja kannski bara 75 manna sali og eitthvað fleira, þannig að við höfum svona. Þetta er svolítið ójafnvægi í þessu að við erum með svona stóru stykkin eða svona Þjóðleikhúsið og symfóníuna og svona, en það, þú veist, með því poppinu talar um að það er eiginlega hverfa allir salir þar sem var hægt að spila, sko. Við erum heppin að hafa náttúrulega kirkjurnar og salurinn í Kópavogi er náttúrulega alveg frábær og en það, sko, ég held að sé, sko, það náttúrulega verður það verða ekkert engir, sko, flottir tónleikar í Hörpu nema að það sé grasrótin og fólk sé að spila bara miklu meira út allt, sko, fólk er ekkert að leigja dýran sal og prófa sig áfram með eitthvað, sko, þetta er svona spari hús í rauninni, þannig að rándýrt að fara þar inn. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að styðja við bara alla grasrót í þessu í öllum í raun og veru held ég að sko, mér var ljóst einhvern veginn, oft sér maður hlutina þegar maður býr erlendis og ég bjó erlendis í 9 ár og ég var lektor við Háskólann í Freiburg og var að kenna íslensku og ég spyr oft krakkana, ég var mjög marga nemendur alltaf og íslenska var svolítið í tísku og Ísland af hverju þið var að koma og læra íslensku, því þetta var nú ekkert voðalega skynsamlegt, þetta var lítið málsvæði og slít og það var ekki náttúran eða bókmenntir eða íslenski hestur, það var meirhlutin sagði það er íslensk tónlist sem hvetur myndir koma að læra. Berg og Sigurós. Já, meðal annars og líka sólstafir, ég hafði aldrei hitt sólstafi fyrir en að ég fæ 7 manna vinahóp svo hugfangna þeirri hljómsveit að þú kom inn og vildu læra íslensku og það skiptir máli að við þarna í leifum við ekki að gerast að Airbnb-væðing og fastegnamógulavæðingin gerir út af í grasrótina og það er eitthvað sem ég held að sé að gerast og Harpa er kannski angi á því að því að arðsemiskrafan þar er alltaf mikil og þú kemur ekki þar inn nema að selja alveg upp rjáfur og það gerir það verkum að það er ekki rými til að gera mistök eða gera tilraunir.
Áttu þá við að skipulagið á Hörpu sem var að skella svona ráðstefnu höll ofan á að það aukir álagið á tónlistarsalina? Þeir verða bara dýrari við þetta en ekki ódýrari eins og eitthvað geti haldið að þeirri? Njá, sko, á þess að ég sé kannski alveg inn í rekstramódelinu þá hefur maður svona lesið það að það ákveðin arðsemiskrafa frá eigendunum sem ríki og Reykjavíkurborg og það kostar bara heilmikið að fara þarna inn og það er eitthvað skrítið við það að þú þurfur að selja nást upp í rjáfur og standa á nulli og það er ekkert tónlistarmaðurinn sem hefur lagt þetta á sig og er raunverulega að búa til hennar viðbörð fyrir húsið hann ber ekkert bítum en jú, salurinn í Kópavogi er virkilega góður salur. Já, hann það. En sko í sambandi við, ég hef nú mikla ráðgjörður af þessu með ráðstefnuhaldið og tónlistina þetta, við myndum algjörlega vera víkjandi þarna í húsinu og eitthvað svona en það sem þetta hefur skapast það er svo mikil umferð í húsinu og það er svo margt ólíkt fólk, ólíkir hópar sem koma þarna með alls konar einhvern tíma var það einhver svona prentlista ráðstefna, það voru alls þetta, og skákmenn og með mót og voru britsarar hann að daginn þegar við fórum á hann þetta skapar bara svo mikla stemningu þannig að ég er alveg mér finnst þetta hafa hefnast vel sko en ég held líka sko við kannski getum ekki gert kröfur til þess að í þessum sölum eins og þeir eru svo Norðurljós og náttúrulega Eldborg og þetta er náttúrulega svona stóri sali, gríðlega stóri ef þú ætlar að vera með einhver tilhjómsstarfsemi þá þarftu kannski að vera í þú munt ekki ná í allt þetta fólk skilur þannig að bara þú veist að eins og það sem fólk er að gera bara starfandi tónlistakennarar, hljóðfæraleikarar út allan bæ sko það, þú veist að bara halda áfram að styðja það að því að og í sambandi við nýju tónlistarmiðstöðina, þú veist að við séum og það er svona verið að setja upp umgjörð fyrir tónlistarlífið sem er mjög jákvætt en við erum ekkert öll að fara í útflutning á okkur sko, þú veist við erum líka bara hér til að starfa hér og í auka okkar samfélag hér og að við séum sem þáttakendur við eigum möguleika á því að flytja tónlist þá sem okkur er hugleikinn og og fá okkar fólk til að hlusta þannig. Þetta er mikilvæg punktur. Ef þú hlúir ekki að grassóttinni, þá hefur það endunum ekki til að flytja út. Þú verður að hlúa að grassóttinni, alveg saman hvort að skiptir ekki máli hvað tegund tónlistar, hvað geirið það er og í öllum listum, þú verður að hlúa að grassóttinni. Annars líka bara deyr stóri salurinn að það verður bara... Já, endanum þá verður enginn til að flytja þar. Það er 75 ára tónleikar ykkurs. Já. Herðu, en þannig að það er annar salur hann þú fórst á kammertónleika í Norðurljósasalum. Já. Svolítið margir sem að mæta. Komið óvart, hvað eru margir? Já, það var mjög góð aðsókn, ég tók eftir því. Kammermúsikklúbburinn er eitthvað kraftaðir, sko. Já. Svolítið gamall hópur. Já. Það er yngst. Jú, já, bara eins og heila alltaf. Ég er þetta nálega því að vera yngstur. Já, einmitt. Nei, ég sé það er gamall. Já. Og flott prógram, svona franskt prógram. Og þú ert að spila? Já, einmitt. Mjög flott. Já, bara fyrsta verkið, bara geggja litríkt og annað bara ótrúlega fallegt og já, bara mér finnst bara allt, hvað hét áttur þessi franski þú er ekki bæran fram í dön fransi eitthvað. Já, fransi. Já, einmitt hann. Bara mér finnst það svona hápunktur tónleikana eftir hann. Já. En já. Gaman að heyra. Já. Og efnisskráin bara glæsileg og mér finnst það bara mjög flottir tónleikar. Já. Er þetta góður salur Norðurljósum? Já, mér finnst það mjög gaman að spila þar sko. Það er alveg hann er stór sko og það er svona, maður þarf að svona fylla út í hann sko, en allt mjög skýrt og það er alveg veisla sko að vera að spila þarna sko. Hver einasta nóta heyrist inn í Norðurljósasal. Það er eitthvað sem ég tekið eftir þegar ég spilaði þarna bara hver einasta nóta. Það er mjög skringilegt. Þetta er ekki öðrum í sölum, bara Það er stundum, við vorum með hljóðspecialist, hann Björn, pabbiðinn, talaði við hann og hann var að segja að það væri bara ekki nógu gott hljóðið í Eldborginni. Það er alltaf verið að fikta í þessu. Það er svo óljóst hvernig stillingin þetta að vera og ég held að hann er að vera að leggja til þess að það væri bara eitthvað settur í það að reyna að ná hámarks hljóðgæðum út úr þessu sal.
Sko í raun og veru þá er það þannig, ég mann þegar Berlínar Fílharmonían kom með Sir Simon Rattle, þá byrjaðu, ef ég mann rétt, Lontano eftir Ligeti og það feitar inn í Wagner-fráleik og þeir hreyfðu kanabjur og ómrýmin, þeir spiluðu bara húsið þessu hljóðfæri og þetta hús þessara hljóðarkitekta, þau eru til nokkur að svipari gerð, til dæmis húsi í Luzern í Sviss, það sem eru miklu hátíðir, það er mjög áþekkt að hönnun og það er ekkit að því að leika sér með þetta, það fer svolítið eftir stærri hljómsveitur og umtíma þeirra verka sem að á. Ég saknaðist til dæmis, þegar fyrir aðalstjórnandi Ilan Volkov þá var ég verkefnavarsnefnd og við ræddi það inn á þeim fundum hvort að það ætti ekki að setja upp prógram þar sem myndi gefa hljómsveitinni rými og tíma til þess að þekka sig í húsinu, finna sitt sound og annað slíkt, en ég held að það hefði átt að gera meira af því. Já, ég held að þetta er nú alveg... Þetta er hljóðfæri, salurinn er hljóðfæri. Salurinn er hljóðfæri og þetta, við erum náttúrulega búin að, það er alveg ótrúlega ólíkar skoðanir af því hvernig þetta og allt besta hljóma og mér finnst alveg, þú veist, glæsilegt, mér finnst svona sérstaklega gaman að vera svona aftar, svona 20. öðrum bekk og svo upp á svölunum, æðist þetta að vera á efstu svölum og þá kemur svona góð blöndun, yfirleitt bara alltaf, sko. Við lærðum þetta, við flúðum eiginlega aftar í salin, einmitt við aftan 20. eitthvað bekk og svo endum við upp á fyrstu svölum. Já. En sko, það sem mér hefur þótt, sko, það var komið spesialistar og, þú veist, og eru að búa til, við erum með stillingar sem heita hitt og þetta og Berlín og Evu stillingin og Evu Ólukænin og hún velur þá sínar áherslur og svo finnst mér, þú veist, mér finnst alltaf erfitt að vera sko í grunninn í hljómsveitinni og það er að koma, sko við erum alltaf með hljómsveitastur sem kemur einhverjar 8 vikur á ári og svo koma hinnur á þessir og það er eitthvað stillingar og þetta er fyrir svona klassikina og eitthvað svona og það er píanósólisti, sólistastillingin hér og þar og kannski, þú veist, höfum við samt sko, mér finnst sko að við sem hljómsveitin ekki vera með kannski sömu hugmynduna hvernig við viljum hljóma sko og hvernig balansinn innbyrs á að vera er hann fallegastur og eins og húsið er eins og líka Norðurljós er sko bassinn og er mjög þetta svona, hann hljómar mikið og miðjan druknar og víóleikarar kvarta og hérna, ég sko mér finnst sko hérna já, þannig að mér finnst við þurfum bara gera betur, sko, vinna meira með húsinu, sko, þú veist, við erum með þetta hús og það er alveg bara þú veist, það er bara stórkostlega fallegur salurinn og hvernig fólk vill heyra hljóminn, það er líka svo mikið smekksatriði eins og til dæmis Hallgrímskirkja sem að allt, hérna sum tónlist fer bara alveg á sund, sko, þú veist, en samt er eitthvað svona ótrúlega heillandi og fallegt við hljóð heiminn þar sko, mikil birta og hérna en sásalur náttúrulega ótrúlegt vesinn á góðum hljómi en það er sko, það er fólk sækist í að vera og að gera að það sé ekki líka allt eins sko. Svo er líka kannski, þú veist, getur verið svo mikill munur, þú ert á æfingu upp í Hallgrímskirkju og það er verið að dempa allt og eitthvað en svo fyllir salurinn af fólki á tónleikadegi og þá gjörbreytir soundið. Það er teppalagt af fólki alveg inn úr 1000 manns og það alveg gjörbreytir öllu. Þetta er líka í Eldborg og maður finnur þetta alltaf að því maður spilar ásali, maður spilar öðru vísi sko, ef það er þurft, ef það er svona meiri hljómur sko, þá maður hérna, þannig að maður er alltaf svona aðlaga sér svona fyrstu mínúturnar eftir þegar fólki er komið í salinn sko. Ég held að við talaðum það áður að muni ekki þegar Víkingur var að spila ég held að það hefur verið tilbyrðin þá fikk það eitthvað já, einmitt það var svo mikið að maður sá það svona á Facebook og svona, það var aldrei að kvarta að það verið svo mikið hóstað og svona og þá sagði hann sko að þetta væri sér að kenna sko að því að hann hefði stillt þetta upp þannig að
Já, bara á 23. bekk og bara búm, það var bara sal sko. Þetta var eitt af því við flutum í Eldborg sko, þú veist, það bara setja blýantinn á statíði bara Allt í einu það rómar. var allir alveg skelfingu losni sko, að það heyrðist allt sko. Við lentum við því þegar ég og kona mín það fór sími að hringja og þetta var ekki símringing, heldur eitthvað viðvörunarkerfi í sumubústuð eitthvað sem að var eiginlega svona bypassað af silent flugstillingunni. Það var eitthvað þjóðvarnarkerfi fyrir í gang og hann þurfti að stoppa í aðrinu og byrja upp á nýtt og það er svo óþægileg tilfinning. Og ég vorkenndi svo aðalinn sem að lendi í þessu víkundur svona hann Já, horfði svona til saman Já, svona yldi sig þess. En mér finnst, ég verð að segja það samt sko að Eldborg er vissulega ekki alveg fullkomið salur og mér finnst cirka fyrstu 15 hljóði fyrir svolítið yfirmann þar en ég er búin að fara Þeim einhver hönnunargalli sko. Já sko Það er bara sviðið er og hátt það er mjög hátt mér finnst sko, Er ég ekki er sagan ekki svo að ég held bara sviðið hátt að vera ábyggilega sko pallar eða sérst eitthvað svona lyftusvið sko. Og hvort að það er hærra bara af því að þú veist að það var alltaf það er grifjaðna og ég held að það sé að örugglega rétt í mér að það átt að vera sem er í aldri notuð sjaldan svo til aldri en hérna svo sjaldan, það er eiginlega aldri en ég veit ekki, sko við erum alltaf í svolítið vesenni með pallan á sviðinu sko, það er alltaf eitthvað svona reikistefna alltaf eins og núna í Maler sko, þú veist, bara koma fólkinu fyrir sko, þú veist, út af því að pallan er svona og ég svona já, maður getur svona ég held að það var sérst upphaflega eitthvað ákveðið svona mjög hérna svona tæknilegt svið sem ég held að átt að vera áður en að þurfti náttúrulega að taka ýmsar ákvarðanir eins og ég heyrði þetta eða sérst eins og ég heyrði þetta ég skal ekki fullur með að segja rétt en að einhverjum tímapunkti hafi verið ákveð að setja grifju hvort að lyfturnar því var fórnað, ég veit það ekki en það er eins og sviði séu svona hálfu metri eða metri og hátt og ekki það mér finnst Eldborg algjör og dásamlega svolítið ég er búin að fara tónleika mjög víða og þetta er einn af betri tónleikasölum sem ég komið í alveg klartmál, mér finnst það algjörlega frábær Við vorum í París á tímabili þegar Sóley var svona 7 ára þá fórum við í nýju tónleikahöllina út í 20. hverfi sem arkitekti fóru í fílu af því að þeir áttu ekki peninga til að klára hana en það var eitthvað ótrúlegur hljómburður í þeim, það var alveg saman hvað maður satt í salnum maður upplýði svo eins og væri bara að spila þetta fyrir mig og ég man að það var einu sinni var svona söngur og ég hef bara aldrei upplifað svona aðraðins nálegð á og það, ég veit ekki muni hvernig salurinn, hann er svona eiginlega eins og svona hörpudiskur einhvern veginn og í svona maður eiginlega endarlega svona hálfgerða stúkur sko, þú veist það sem eru kannski 25-30 seti í einu og svona lóar sem að snúa þessu eitthvað ótrúlega galdur fannst mér í þeim og líka þessi svona nálað við sjónrænt við sviðið sko sem er náttúrulega ekki hörpu sem er bara svona skókassi sko sem eru við svolítið mikið upp á svölunum að svona mæna onni því að svo gaman að horfa á hljómsveitina óbóleikarna þú veist verða rauðir að blása Já, en sko málið er að sko þetta eru bara svo dýr mistök að þú hannar sal og hann er ekki góður að þetta er svo óafturkræft og þetta er svo monumentala stund svo lengi en það eru frábæri salir, ég hef ekki komið í Elbphilharmoníuna mér skilst hún svo alveg frábær og en í Hamburg í Hamburg eða ekki? Elborg er náttúrulega í Hamburg sem eftir hann persneska persneska konuna sem býr til eiginlega segl eitthvað með stórkostlega bygging alveg ótrúlega og gamalt hús en svo var það svo fyndið að svo finnst mér til dæmis bara eins og konsertgebá sem er gamalt hús skókassa það er alveg ótrúlegur hljómburður alveg ótrúlegur það er alveg með ólíkjöndum sko Svo láttu uppáhaldstaði í Hörpu það er bara í Eldborg að sita já, örugglega á hérna á hliðinni á sölunum, fyrstu sölum það er bara já, við verðum svolítið þar já, við erum alltaf því að Sóley er alltaf ég vel alltaf sætið þannig að setja fylgjast með stjórnandarnum svona almennilega og svo ekki bara svona áttir upp á hljómsveitir kannski ekki upp já það er ekki eitt sko en það eru margir sem ég finnst alveg frábærir
það líka hann Nathaniel sem að hefur tekið ungsveitina. Já. Hann hefur bara unnið svo vel með krakkana, sko. Hann gerir þetta svo vel og þeim finnst svo gaman og þá koma þau svo vel út. Og sannfæringin. Ég að segja, þetta gekk svo vel, samstarfið, skilur öllum leið vel og þá kom þetta svo vel út. Ég fekk bara gæsa á síðustu tónleikum, sko. Og svo einn þarna sem stjórnaði sem okkur fannst báðum rosagóður. Það voru bara skemmtilega tónleikar yfir höfuð. Ég man ekki hvað hann heitir, var hann ekki Spánveri, svona tillega ungur, bara svona fertut eitthvað. Ég held að það er Spánveri. Hann var alveg rosalega, ég held að symfóníuljóstin henni leið bara vel. Alveg, var í svo miklu stuði hljóstin. Já, það voru bara frábæri tónleikar. Það er bara, hann þarf að gefa skilur á móti og þá gengur þetta svo vel. Þannig, ef þetta er með góðan hljómsveitarstjóra, þá er þetta bara gengur allt vel. Þannig ég er ekki með neitt sko uppáhalds eins og þetta. Eins og Helgi var að segja, þá er þetta svolítið svona náttúruböld sem að blómstra mjög snemma, merkir þessu stóru. Oft, já. Já. Þetta eru 100 börn, Bernstein og svo Dúdamel, hvað var hann? Hann var svo rosa stjarna hann er ennþá bara stjórna. En svo reitt að vera frábær þegar maður er ungur og svo eldistu, að þá þarftu náttúrulega, þú getur ekki endurtekið það svo að gera. Þú þarft eitthvað inn að... Já, jú, þeir eru náttúrulega svo sem margir hverjir verða þekktir fyrir að flytja sömu stykkin, farum víðan völl, sko. En að því nefnið Dúdamel, við gerðum það að kanni, við sendum svona fyrirspurn í verkefnavalsnefnd þegar við vorum að prógramera sko fyrir Hörpu, það var náttúrulega vorum mjög safrík hérna síðustu árin í Háskólabíó þegar við ætlum alltaf að vera komin í Hörpu svo frestaðist það. Var það ekki góðu tími á Sinfóníuljóstinni síðustu árin í Háskólabíó? Jú, það var margt rosalega gott. Því að svo komið hann inn í Hörpu og þá komið svo var svona smá hól á eftir eitthvað neginn bara. Já. Ræðum það seinna. Já, en jú, það var alls sem var skemmtilegt sem að var á dagskrá sem að var ætlað að vera á sviði í Hörpu sko. En á einhverju tímpúnti þá var svona óformleg fyrirspurt send og spurt hvort að Dúdamel hefði áhuga og hvernig hefði tíma og hvort hann laus og það var held ég engin efnis niðurstaði því en svari var, minni mér að hann var laus, næsta termín var laust eftir 7 ár. Þannig að þessi menn eru bókar hans í stífþaran við tíma sko. Menn og konur, og sérstaklega konur, því konur í dag, þær eru mjög vinsalar sko. Alveg ótrúlega. Það er alveg bara... Og líka ungt fólk. Það er svona rosalega þorsti eftir því að fá einhverja endurnýjun og yngra fólk. Já. Gríðarleg tækifæri sem ungar konur sem eru píanóleikar fá, Sól. Já. Áttu þér uppáhaldspíanóleikara? Já. Martha Argerich er náttúrulega bara auðvitað. Geggjuð. Ég hef bara verið obsessed síðan ég var svona 8 ára eða eitthvað. Hún er bara Beyoncé af píanistum. Ég bara, þú veist, hún er í alvunni. Ég myndi vilja snúa þessu við að Beyoncé var í Argerich. Já, ég meina, einmitt. Einmitt. Herðu, er þetta ekki bara árið skemmtilegt hjá okkur? Ég var að hugsa að fara aðeins út í svona, tónlistarkennsluna. En við gerum það bara seinna. Já. Er það ekki? Sóli, er þetta ekki... Gott ykkur, þú ætti að vera mætt í... Ég þarf að fara í fiðlutíma. Já. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að hjálpa mér og Helgi og Hildigunnur, kærlega þakka fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir. En rauðaborðið heldur áfram og það er eitthvað allt annað á dagskrá hér eftir örskamma stund. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.